Ég hérna úti í fluggörðu með þeim Birni Thoroddsen og Magnúsi Nordahl og við ætlum að fara hérna í smá flugtúr með þeim á eftir. Við ætlum að fara hérna á rússneskum vélum. Hvað svona spes við þessar rússnesku vélar á móti öðrum listflugum? Þær eru öðruvísi, það alveg hreint. Flugeiginleikar eru öðruvísi og stýri. Þetta hannað öðruvísi. Ég myndi nú segja eins og þessum rússnesku þannig. Þá harmonera stýrin mikið betur heldur en í þessum venjulegu listflugunum fyrir utan það albestu sem til eru. Núna engin venjulegur startari í þessum rússnesku vélum. Hvernig komið þessum vélum í gang? Það loftstartari á vélum. Þannig að við fyllum á lítinn kút sem í vélinni sem dugar venjulega í 5 störf og vélin startað sem sagt gangsett með lofti. En það engin hleðslu dæla til að dæla inn lofti til að eiga til vara. Þannig að það bara þessi kútur og við verðum að handfylla á hann. Nú eru þið engir nýgræðingar í sportinu. Hvað eru þið búin að vera í þessu listflugi lengi? Smávegis alveg frá byrjun, frá 46. Og það engan bilbú á ykkur að finna? Það ekki, það björn? Nei. Það var ekki bara að vinda okkur í flug? Jú, og sjá bara hvernig það kemur út. Þetta sé langt best. Já, strákar, þetta búið að vera skemmtilegu dagur og allt það sem ég veit Rússan það að hann allavega, mótorinn 9 sílindra stjörnumótor, en hvað getið þið sagt mér meira þessar vélar? Nú, 9 sílindra stjörnumótor sagðirðu, 360 hestöfl og þannig að ég ekki mikið meira að segja. Hann snýst, það settir á hann bensín og settir í gang. Hvað ætlum við að vita meira? Þarna tók það ekki. Já, þarna mátaði hann alveg. Það eitt sem með þessu stjörnumótora að þegar voru hannaðir, eins og Magnús segir, til að vera léttari, að þá var eitt af aðalatriðunum við því að sveigvarásinn, sem náttúrulega þyngsta stykkið og blokkinn, að það svo hlutfallslega mjög lítið stykki í stjörnumótor. Dimplarnir eru raðaðir utan á mjög litla blokk, sem að í stæðan fyrir að þú með eins og línumótora, þá ertu með endalausum sveigvarás og til að fá að stimpla setja hann upp á miklu þyngri mótor. Í listfluginu
með lítinn sveifarás, mótorinn hlýtur að virka á vélina þegar þeir eru að velta við og rollinu og annað. Er þá ekki önnur tilfinning að fljúga vél með stjörnumótor heldur en með venjulegum mótor? Nei, kannski sjálfsög ekki svo mikið breyting á tilfinningunum með það að gera sko. Þetta er náttúrulega mjög stór skrúfa, það er mikið gagn að taka þessari skrúfu. Þannig að maður finnur það alveg greinilega að hún veltur töluvert betur í aðráttina á móti hinni sko. Þannig að þá ertu að vinna móti torkinu í mótornum og annars verður þetta að fara með því. Og stundum svona planar æfingarnar hvort þú vilt fá hrattról eða hægtról eftir hvort þú rólar meðsnúningu á móti. Nú sagðirðu mér áðan, Björn, að hljómurinn í 900 stjörnumótor hljómaði eins og symfónía í eyrunum á þér og þú ert farin að smíða nýjan Pitch Special með svona vél. Já. Soundið er eins og minnir mig alltaf á djúpa tóninn í píanókonsertum Beethovens. Ég þekki ekki fallegra flugvélarhljóð. Svo er eitthvað tilfinningi fyrir kraftinum í mótornum og er eitthvað sérstakur sem maður finnur ekki annars staðar. En þú ert byrjaður á nýju verkefni og það er þessi nýju Pitch Special sem þú ert að smíða og þú ætlaðir að setja í hann rússneskan stjörnumótor. Já. Það verður eitthvað besta flugvél í heimi, þú sagði Pitch með rússnesku stjörnurefli. Hvað eru margar svoleiðis vélar fljúga núna? Það eru skipt með 15 núna í Bandaríkjunum. Og þú reiknar með að fara í loftið hvenær? Já, næsta vor. Við megum ekki missa því, við verðum þetta á. Nei. Nei, Magnús lætur aldurinn ekkert á sig fá. Hann stóð uppi sem sigurvegari eftir fyrri hluta Íslandsmótsins í listflugi í gær, hlaut 7588 stig og koss og viðurkenningu frá öðrum forstjóra Atlanta, Þóru Guðmundsdóttur. Í öðru sæti var Húnn Snædal með 7227 stig en hann flaug þessum heimasmíðaða gullmóla sínum. En í þriðja sæti varð hinn forstjóri Atlanta, Arngrímur Jóhannsson, og hér þiggur hann launin frá eiginkonu sinni. Raunar er það Atlanta sem er bakhjarlinn við listflugið hér á landi. Í sportflokknum sigraði Friðrik Sigurðsson með 5569 stig. Magnús var byrjaður að fljúga svifflugu fermingu og eftir það var ekki aftur snúið. Og tók einkaflugprófið á afmælisdeginum minn, 46. Er þetta eitthvað sem að maður, svona ánetjast? Er þetta eins konar fíkn? Ég get ekki svarað því beint, en ég vissi það bara þegar ég var lítill strákur að þá var ég búinn að ákveða þetta og það var búið. Hvað sem tautaði, það er því. Þú ætlar að halda áfram að fljúga á meðan þú getur? Já, akkurat, hárrétt, megi ekki.